Gróðurvöktun á Snæfellsöræfum er verkefni sem hófst sumarið 2006 í kjölfar virkjanaframkvæmda við Kárahnjúka og myndunar Hálslóns. Er tilgangurinn að fylgjast með hvort gróður á svæðinu komi til með að breytast vegna myndunar lónsins. Rannsóknarsvæðið sem ræðir eru Vesturöræfi, Kringilsáránni og Fljótsdalsheiði. Þau liggja víðast í 550 til 650 metra hæð yfir sjávarmáli. Vesturöræfi og Fljótsdalsheiði eru víðáttumikil heiðaflæmi, vel gróin og eru flóar og mýrar áberandi. Mólendisgróður er einnig algengur og melagróður á hæðum. Mikið er vötn og tjarnir. Í Kringilsáránna er gróður mikill og fjölbreyttur, graslendi er víða, einkum í hraukum, mólendi er algengt og mýrlendi er einnig nokkuð útbreitt. Þetta eru allt vel gróin svæði og því verðmætt þar sem gróður á landi svo hátt yfir sjó er framið sjaldgæfur og einnig vegna þess að dýr nýta svæðin til beitar. En af hverju þarf að fylgjast með gróðri á þessum svæðum? Annars vegar er það vegna foks frá bökkum Hálslóns, en á vorin og fram á sumar er vatnsstaða í Hálslóni lág og því töluvert af bökkum lónsins á þurru og er þó mest hætta áfoki. Þegar líður á sumarið fyrir vatn að safnast í lónið og fyrir áfokshætta minnkandi þar til það fyllist á ný, venjulega seinnipart sumars. Hins vegar er það vegna breyttrar hagagöngu hreindýra, en talið er að hagaganga þeirra hafi breyst eftir að framkvæmdir hófust, þannig að þau halda sig nú meira á Fljótsdalsheiði yfir sumarið og því fylgir aukið beitarálag þar. Til að fylgjast með gróðurbreytingum eru notaðar tvær aðferðir. Það eru gervitunglamyndir, oft er þessi aðferð einnig nefnd fjarkönnun, og svo fastir gróðurreitir á jörðu niðri. Út frá gervitunglamyndum er reiknaður svokallaður gróðurstuðull sem gefur yfirlit yfir þekju og grósku gróðurs á öllu svæðinu. Gervitunglamyndir eru teknar með nokkra ára millibili, þannig að gróðurstuðull á milli tímabila er borinn saman. Gróðurreitir eru 72 samtals dreifður rannsóknarsvæðið. Hver reitur er 10 x 10 metrar og veita gróðurreitirnir nákvæmar upplýsingar tegundasamsetningu og þekju gróðurs. Að nýta gervitunglamyndir til að fylgjast með gróðurbreytingum gefur þann möguleika að fylgjast með stóru svæði. Gervitunglamyndirnar gefa hins vegar ekki nákvæmar upplýsingar eðli gróðursins, það er hvers konar gróður er að ræða eins og hvaða tegundir. Gróðurreitirnir gera það hins vegar. Þeir gefa nánar upplýsingar gróður, tegundasamsetningu og þekju. En þeir eru á mjög afmörkuðum svæðum, eru meira svona stikkprufur af stærri svæðum. Þannig að með því að nýta þessar tvær aðferðir saman gefur það gott yfirlit yfir þróun gróðurs á svæðinu. Búið er að vinna grunnrannsóknir út frá gervitunglamyndum og gróðurreitum. Það er að fá upplýsingar ástand gróðurs áður en áhrifa frá Hálslóni fyrir að gæta. Í framhaldinu verður gróðurvöktun unnin þannig að athuganir verða endurteknar með ákveðnu árabili. Samanburður verður gerður við grunnmælingar og þegar framlíða stundir við fyrri mælingar og fylgst með því hvort einhverja gróðurbreytinga verða. Ekki er gert ráð fyrir miklu breytingum fyrstu árin eftir tilkomu lónsins, en Hálslón fylltist fyrst haustið 2007. En þegar til lengri tími litið geta rannsóknirnar orðið mjög áhugaverðar þar sem fylgst verður með þróun gróðurs á þessu svæði. Rannsókn sem þessi gefur ekki einungis upplýsingar hugsanleg áhrif áfoks frá Hálslóni og breyttra hreindýrabeitar, heldur einnig þróun gróðurfars á þessum heiðalöndum. Við mat á gróðurbreytingum þarf að hafa sérstaklega í huga hvort það gætu verið af völdum áfoks frá Hálslóni. Ef áhrif frá lóninu koma fram verða þau væntanlega mest næst lóninu og minnka þegar lengra dregur frá. Þetta ætti að sjást vel á gervitunglamyndum sem gefa gott yfirlit yfir svæðin við lónið og möguleika á samanburði við svæði utan áhrifasvæði möguleiks áfoks, til dæmis á Fljótsdalsheiði. Gróðurbreytingar geta orðið vegna annarra þátta, svo sem vegna mismunandi árferðis eða annarra umhverfisaðstæðna, en slíkar breytingar eru ekki bundnar við áhrifasvæði hugsanlegs áfoks frá Hálslóni. Til að hindra áfok frá strönd Hálslóns hefur á undanförnum árum verið unnið að ýmsum mótvægisaðgerðum í þeim tilgangi að vernda gróðurinn umhverfis lónið.
Má þar nefna skurð meðfram strandlengjulónsins, fókgirðingar, sáningu í áfoksgeira og styrkingu á núverandi gróðri ofan strandar.